kallinn Seigur. Seigur kallinn. Nei, ertu ekki að grínast? Mistur hann? Varstu ekki búin að sjá myndbandið á YouTube hana? Þú veist, að leyfa fiskinum að snúa sér. Nei, ég gleymdi. Varstu ekki búin að sjá það? Hvað ætlar að gera? Ég ætla að fara að gráta. Ætlar að jafna þig? Ég ætla að fara að gráta. Já. Það verður stór þegar hann kemur, Gunni. Er það ekki? Nei. Við erum með allt of miklum tíma hérna, sko. Komið þið sæl og velkomin í þáttinn með öngulinn í rassinum. Ég er Ásmundur Helgason og þetta er hann Gunni bróðir. Staðan eftir fyrsta þáttinn er 1-0 fyrir mér. Ég er kominn sem sagt með afgerandi forystu og er líka með langstærsta laxinn. Já, en nú erum við að fara í þá á sem ég þekki hvað best. Þetta er minn heimavöllur, Langá á Mýrum. Þannig að Gunni bróðir á ekki von á góðu. Nei, ég byrja búin að koma. Já, flott hjá Gunni minn. Og eins og þið munið úr síðasta þætti, þá talaði Gunni allan tíman. Ég komst ekkert að. Þannig að Gunna finnst kannski nóg að tala, ekki veiða. En núna skulum við kíkja á þetta. Munið bara, ásegð með bláa húfum, blátt vinnur. Áður en Gunni kemur, þá skulum við afgreiða þetta með óboðna gesti. Já, flugurna sem ég baði um. Er hún tilbúin? Já. Þetta ekki að grínast. Rosalega er hún flott. Það er allt vitlaust í Kanada. Já, þessi. Er það ekki? Já. Þetta er svo. Þetta er það sem hann baðst um. Já. Hvað er að gerast? Ég er að grínast því. Ég var bara rétt á að koma sér. Hvað er Það er búið að stilla. Já, við vorum bara að hita upp. Og hvað Við erum bara að sýna að við getum gert byrjað þetta á þess að þú sést hérna, skilja. Hvað er í gangi hérna? Hvað? Það er eitthvað í gangi. Nei. Og hvað voru þið? Haldið áfram. Já, ég var bara að spyrja hvernig gengi. Ok. Þú ert alveg frægur veiðmaður, fræg aflaklór. Já, takk fyrir það. Já, þeir sem veiða mikið, þeir vita hver þú ert og svona líta eftir þín og af hverju veiður svo mikið? Hvað er það við veiðina sem spærið til að Ég er búinn að æfa mig svo rosalega. Ég er búinn að veiða lax í 30 ár. Og ég er alltaf að reyna með það eins og þér, að reyna að eltast við stóru fiskana, sko. Og mér hefur tekist það mjög oft. Að fá þetta að taka. Hvað er tryggið? Hvað er það sem maður gerir til að fá stóra fisk? Já, ég held að sko að veiða hægt sé svolítið líkill, sko. Að láta fluguna ferðast hægt í vatninu. Já. Menda vel kasta upp fyrir sig. Jável, sko, og strippa hana ekki mikið. Því að oftar en ekki þá tekur maður fluguna út úr fiskinum. Þeir eru hægari, tökurnar eru hægari. En svo eins og ég segi oft, sko, það er eiginlega reglur samt, sko. Það er ein regla í veiði eins og við segjum, sko, og reglan svo það er engin regla, sko. Já. Heyrðu, þú ert að taka þátt í kastkeppninni með. Já, ég ætla að gera það. Já. Drífum okkur niður í Laugardal. Förum í Laugardal. Takk fyrir þetta líka. Ekkert ná. Það var líf og fjör í Langáni. Gunni bróði var þegar búinn að missa einn eins og þið sáuð, en það var allt að gerast á næsta svæðinu. Sjö, hann er komið með það strax. Ætlar þú að landa honum? Hvað, ég er að landa honum? Nei, ég Það er að landa á stöngina? Nei. Ó, var það ekki? Alveg. Ég skal hjálpa þér, já. Það er kraftur í honum. Þetta er þriðji fiskurinn sem Gunni setur í þessum þáttum okkar og nú er að vita hvort hann loksins takist að landa laxi, reynda með hjálp frá löndunarserfræðingnum, að segja mér. Hann er að nutta sig. Og nú, áhorfendur góðir, skuluð þið fylgjast með fagmanni að störfu. Mesti klaugangur í löndun sem ég nótt hefði vitað. Dýrafullin! Jesus Christ! Flottur fiskur, maður. Hvernig flug er þetta? Þessi tók rauðan elliða. Það er flott fluga, maður. Já. Þetta er Kristján heitinn Gíslason bjóð þessu til.
ætla að sýna þér svolítið, halda þess á henni. Ég er bara fór og heimsótti kröflu.is í gærkvöldi. Nó. Já. Þessi svindlar Ekki nóg með það. Heldur fór ég líka á kröflu.is og fékk kröflutúpur líka. Var þetta box fyrir mig þá? Nei, þetta er nú svona fyrir okkur báða svona þegar ég var búinn að fá fisk. Svindlar drengur. Svona þetta skemmtilegt. Laxveiðiflugur eiga ekki neitt skylt við venjulegar flugur. Laxinn er ekki að taka fluguna vegna þess að hann sé svangur. Hann borðar ekkert í ánni þegar hann kemur tilbaka sem fullvaxinn lax. Hann er bara mættur til að hrygna. En það er búið að vera að búa til flugur í 100 ár og ennþá veit enginn af hverju laxinn tekur fluguna. Ennþá eru menn að reyna að búa til nýja flugur og í hvers sinn sem veiðist lax á nýja flugu, þá má gefa henni nafn. Fyrr ekki. En við skulum kíkja á nokkra svona aðal gerðirnar af veiðiflugum. Þannig sjáum við gárutúpunar. Það var ekki pínu litla túpur. Og það er myndað svona vaff í yfirborðinu vegna þess að þær fljóta ofan á. Línan er dregin í gegnum hérna á hliðinni. Aðrar plasttúpur geta verið af öllum stærðum og gerðum. Það geta verið svona stórar og alveg upp í risastórar Sunray Shadow. Svo er það túpur, þyngdartúpur. Það eru af öllum stærðum og gerðum eins og sjáum á. Það geta verið hnýttar á kopar, ál eða eir, rör eða túpur og eru stundum með keiluhaus sem þyngið er ennþá meira. Þessar flugur notar maður ef maður vill veiða djúpt í vatninu. Að lokum ber að nefna venjulegu flugurnar. Þær geta verið hnýttar á einkrækju sem er venjulegur umgull, tvíkrækjur sem er með 2 öngla eða þríkrækjur. Eins og hérna sjáum við 3 krókar og það er nú bara að fer nú eftir smekk hvað mönnum finnst best að vera með. Og sjáum við, þær geta verið alveg svona litlar og upp í helmingi stærri en þetta. Sjáum við þessa hérna, þessi falleg. Og þær geta verið hnýttar úr hárum eða með væng eins og þessi hérna. Þetta er flott box maður. Þú láttu mikið af flugum, drengur. Já, maður er alltaf að hnýta. Sjáum við, þetta var maður að hnýta helgina. Já, einmitt, ég náði nefnilega í þetta upp í hindisportinu. Já, ég veit. Og svo hérna eru Francis-flugurnar mínar. Þær eru geðveikar, allir litir. Þú nýttir þessa sjálfur. Eins og sjá má. Eins og sjá má. Hvað finnst þér skemmtilegast að nota? Sunray Shadow. Og náttúrulega flugurnar mína. Hvað er Supernova? Supernova! Þú hefur ekki búið til svona veiðina fluga á sem minn. Jú. Þessi fluga er komin í fjöldaframleiðslu. Það er hægt að kaupa hana á francis.is. Hvað er þetta? N29. Mátt sjá hana einu sinni. Hefur ekkert ég að veit af hana? Já. Ég fekk... Marg oft. Heyrðu. Þetta er rosalega flugusafnir. Já, þetta er nú bara helmingurinn. Já. Nei. Hitt er heima. Hérna er eitthvað líka. Og hvernig gengur að velja flugu þá? Maður er Ekkert mál, bara Sunray. Já. Þá er maður bara alltaf með sömu flugurnar í bóksinu. Sunray, Supernova og Francis. Það er bara þannig. Ekki Francis. Jú. Það set ég aldrei undir, aldrei. Francis, vinsælasta fluga á Íslandi. Það veiðist langmest á laxi á þessa flugur, rauða, og næstmest á þessa flugur, svarta Francis. En það er náttúrulega kannski veiðist mest á þessa flugur af því að það er langmest notaðar. Já, þeir fiskar sem róa og þær flugur gefa sem eru notaðar. Og sjáu þið, hér er ég mættur, fagmaðurinn sjálfur. Og viti menn, hann er á. Það er kannið við komið fisk á kantinn, maður. Áður ég viss af, var ég búinn að missa fiskinn niður í sjó. Þú verður að fara þetta niður út á... Ekki hægt að landa þessu. Hann er alltaf dauður, skilur næstu. Gunni prílaði niður klettinn og þrátt fyrir að reyna að klúra þessu, tókst honum að handtaka laxinn eftir allt saman. Mér sýnst að vera pínu sýktur hérna á Gotraufinni. Þeir eru þá svona laxanir í dag. Í staðinn fyrir að taka annan hleypti ég Gunna að og hann setti lax á nákvæmlega sama stað. Og aftur þurfti að hlaupa.
Gunni, hvað það fara maður? Passaðu þig! Þarna lenti Gunni í smá vandræðum. Fiskurinn fór nefnilega niður sjávarfossinn hinum megin við nibbuna sem skagar þarna upp. Þannig að línan sargaðist á henni. Þú er brjálaður! Nei, réttu með stöngina! Ég tek þetta ekki í hendina, réttu með stöngina! Já, ok, alltaf næg. Hérna, komdu. Sá miklu meir eftir en minn á hann. Er það? Og nú að koma að mér að spórtaka fisk fyrir Gunnar. Má ég taka línuna? Nei. Af hverju ekki? Það er alveg bannað að taka í línuna. Vegna þess að þá getur... Horfið nú vel á og sjáu hvernig á að bera sig að. Það getur ásmundur. Er dottið út úr hún? Já, því við þurfum að sleppa honum. Þetta er alltaf bara vitlaus. Rauður elliði, maður. Þessi lúsur. Þessi pínlítill. Hérna, séu hérna. Hérna, þetta er lús. Önnur hérna ofan á. Hérna. Þegar fiskurinn kemur í ána, þá er lúsinn með hvítan hala, svona langan. Og svo þegar fiskurinn er búinn að vera í ánni kannski í sólarhring, þá dettur halinn. 2 sólarhringa þá fer lúsinn að detta á honum. En þetta er sníkjútur sem bara lifir í saltvatni. 2-2! Þetta er hann Hilmar Hansson. Hann ætlar að taka þátt í kastkeppninni. Það er einhendan fyrst. Tókið vel. Takk. 3 bakköst. 3. Já, við verðum með hvað það er auðvelt að vinna okkur. Já, ok, ég veit ekki það. Liðið þróttur. Liður áttur. 2. Og svo kasta. Vann á okkur. 22,9. 22,9. 22,9. Herru, þá er það tvíhjandan. Já. Sömu reglur, 1 tilraun. Ok. Mátt taka 3 bakköst ef þú vilt. Kom á. 2. Kuldraði stoltið. 28,6. 28,6. Það er svona stressið fyrir svona með mann, sko. Ég hefði kastað þetta líka, sko. Þetta afsaka hann eitthvað. Honum líður svolítið illa, að ég sé að kasta mikið lengra. Svo er það bara, Heiði. Hann er aldrei prófað þessa stöng. Nei, þetta er bara Lína rétti gjúsi. Nei, og vindurinn er á mót okkur og sólinn í bakið og þetta er allt á mót okkur. Gengum betur næstinu. Svo er þetta líka prikkið þitt. Já, nákvæmlega. Heli, takk fyrir kvöld. Takk. Allt er þetta nú til gaman, skarpa. Nú, eins og þið hafið eflaust tekið eftir, þá hafa leikar aðeins jafnast. Þrátt fyrir það að Ási þekki langána eins og bakuggan á sér. Já, náttúrulega þetta er spurning heppnistundum, ekki þekkingu eða hæfileika. Þetta er hreinrætt að kjaftaði. Klárum þetta. Ég meina sko, hérna erum við, staðan er 2-2. Það er bara hlýtur að vera fiskur hérna. Hann er búinn að stökkva. Já. Já. Ég vil byrja. Nei. Ási vil byrja. Það er nefnilega misskilningur. Þú vilt ekki byrja. Innan í þér viltu ekki Ég byrja. vil ekkert frekar. Er tilbúinn? Steinn skæri blað. 1, 2 og... Nei! Heyrðu, það sem er, ég ætla að taka stöngina þína. Með stöngina mína af vopni og endalausa heppni í öllum vössum öslaði Gunni út í og taki nú vel eftir grísnum og drengnum. Flá. Þetta er náttúrulega bara óþolandi. Hann er að fara niður til. Hann var að hlaupa. Já, hérna er. Það verður handleggur að landa hérna. Oft er hægt að leiða fisk með lagni þangað sem hann vil fá hann. Nú prófið það. Þarna er hann. Hann sér okkur svo vel. Þeir eru hrikalega kraftmiklir með við lengt. Það er bara að ná því hann.
Þetta hann húkkaður? Sjáðu, ég dreif hann bara á sporðinum. Tilbúinn. Ekki taka í línuna. Af hverju það taka í línuna? Geturðu sagt mér það? Beygðu þig niður, hann að sjáu þig síður. Ásmundur Helgason. Heldur hún ára núna? Já, þú getur það í smá stund. Hvar hann? Við erum að drepa hann á. Já. Takk það núna. Beygðu og takt í sporðin á honum. Já, ég er með hann. Þú þarf ekki að fá einhvern í hektinu. Rjótvö! Ef það er húkað svona, þá er hann ofta að skoða og snýr við og slær sporðinum í þetta. En maður veit aldrei. Þetta var bara að rúlla yfir, ég var ekkert að strippa það neitt. Svo allt í einu stekkur hann upp maður alveg eins og crazy. Og hann er bara á. Þetta heitir krabla. Ljósblá og svört. Það er góður matur. Green Highlander. Fallegasta fluga sem við erum búin til. Aldrei fengið högg á hann. Alltaf skal ég nota hann. Fluga sem ómissandi í bóksinn. Nighthawk er fallegasta fluga sem ég hef séð og gefið mér kannski hvað með. Langa Fancy er mikið uppáhaldsfluga mín líka en Nighthawkin er low water að hitsa hann þegar klukkan orðin 8 kvöldið til, það er magic. Uppáhaldsflugan mín og fer alltaf undir í fyrstu umferði svo ég er Blue Shan. Og það er kannski lærifæði minn úr soginu, Silli, sem sendi mig út í veiðimann í Hafnarstræti til að kaupa flugur og þá spurði kaupmaðurinn: Heyrðu Ólafur, fyrir hvernig ert þú að kaupa flugur? Ég ætla að veiða þetta og keypti 10 Blue Shan. Flottastu er að veiða á pínu litlar, 12, 14, 16, en ég játa það alveg að mér finnst langskemmtilegustu tökurnar, það eru svo stóru stripptökur þó maður sé með stóran Sunray, það minnst ekkert af því. Gaman að draga þetta ég er orðinn gaman fyrir að strippa Sunray, sko. Ég nenni því ekki. Þetta er bara svo hryllilega gaman að sjá hann koma á eftir þessu og taka þetta og taka þetta og taka þetta. Uppáhaldið mitt eftir að vinur minn, Tony Sear, sem er Breti, breskur tannlæknir, sem hannaði hitstúbuna, það var svona einhver mjó plast svona túba út af einhverjum tannlæknavörum eitthvað og hann sér hana, tekur borinn og allt í einu fattar það að þarna er hann kominn með hitsið. Það sem flýtur allt. Já, og sko, hitstúpa svona með öngur númer 14 eða 16, mjósta típan. Sjá þetta þegar Vaffi kemur og þú átt von á töku í hverju kasti. Maður er búinn að fara yfir streng með hitstúpu, lyfta stöng og láta hana í hvítfrysinu og ekkert skeður. Maður fer niður fyrir, setur 2 Francis tommu á, kastar upp úr og dregur eins hratt og þú getur. Þá sérðu stundum bara hylinn koma niður til að ná henni. Gætarnir eru þannig að þeir nenna ekki eða hafa ekki áhuga á neinu nema litlu einhverju mikródæmi og síðan Sunray. Veistu af hverju það er? Það er bara miklu léttara fyrir þá að gæta því það er svo létt að kasta þessu. Já, það er nú annað. Fyrsti flugulaxinn minn, Blue Sheep. Blue Sheep, já. Jæja, við höfum 8 mínútur til að hnýta flugu úr efninu sem er á borðinu. Hvað það gera, Gunni? Já, það er nú það. Já, hún segði það sem minn. Já, ekki alveg kannski eftir bókinni hjá mér en sjáum til hvað það gerir fyrir okkur. Ég var að titra stressi. Ég líka. Ég fór hættur að ég tappi þessu. Ég líka. Að ég tappi þessu? Já. Voðalega sérð þú illa á sig. Já, talandi um það. Þetta eru fín gleraugu sem þú ert með. Ég nota gleraugu númer 6. Já. Og svo þarf ég auka gleraugu með +2 í viðbót. Ég er nefnilega með gleraugu númer 5,7. Ég sé nú ekki jafn illa og þú. Nei. Hins vegar hjálpar til að ég er með gleraugu númer 4 yfir. Nei, jú, 4? Já.
Ertu með 9,7 samtals? Já, cirka bát. Man sér mjög vel nálægt sér. Sér hins vegar ekki, þarna þessi sem ég var að leita. Þetta nú aldrei gott sjónvarpsefni. Segðu. Sjá, 2 bræður sitja við Hannyrðir. Konan segir alltaf, já, ertu byrjaður að föndra? Já, mín líka. 2! Ekkert rugl. 2 mínútur eftir og ég er búinn. Þú varst ekki að nota allt efni sem það sagði okkur að nota. Nei, ég glemdi þessu. Okkur er að segja þér þetta. Nei, það voru það seint, sko. Svona býr maður til hnútinn, enda hnútinn. Mikil kunst að lakka haus á flugum. Ég er búinn. Pína veis. Ertu búinn að vinna þetta? Já, drengir, við fengum það erfiða verkefni frá ykkur að hnýta flugu á 10 mínútum og hérna er þetta komið. Það eru skrautlegar og þið getið virtar fyrir ykkur. Ég þarf ekki að hugsa um að ég myndi taka þessa flugu alveg anytime. Það nú fallegur. Já, þetta verður ekkert með laklegar í. Hringvafinn. Þetta er eins og tyrknesku hóruhúsi. Það eru hringvafið hakkúl, sko. Ég tek þessa. Ég vel þessa. Horfðu hérna á hausan á þeim. Þetta er komið! Þetta er komið! 2-1. Þegar vorum að byrja, sko. Þegar vorum að koma á staðinn, þá vildi Ási byrja því að hann er undir, sko. Og ég sagði bara alveg sjálfsagt. En síðan kom að pissa og var eitthvað á ég að byrja eða ekki. Og sá ég lagstökkvað þarna og ég hefði ekki átt að segja hann frá því, sko. Svo nú var hann byrjað. En ég ætla að reka hann burt. Eins og myndum bíða. Það getur gerast. Það er ekki að spyrja frekin í þessum dreng. En hann á alveg pottet ekki eftir að fá neitt hérna. Það var laglegt. Nú, lífítustjöður. Nú er spurning, á maður að koma sér í land eða? Já, reyna að leiða hann út úr tökustaðnum hérna. Fara með hann aðeins hérna niður fyrir. Hann er að klúðra hérna tökustaðnum. Það enda tók miklu neðar. Þannig að koma honum hérna aðeins niður fyrir. Úsja, komdu niður, hvað hún amma, komdu niður, segir pappa og mamma. Gunni minn, láttu Felix bara að syngja. Já, ég veit það. Fínt þarna hjá þér, Ási minn. Ási minn, hvaða grín er í gangi hérna? Taktu utan sporðin á fiskinum. Ég er að reyna það, maður. Sko? Þetta er Stefánum. Hérna. 4, 2. Þessi er farin að veiða. Þessi, komdu! Alltaf fisk. Heyrðu, þetta var Blue Boy. Þessa fékk ég frá Hilla Hans. Aldrei séð þetta áður fyrir hann lét mig fá þetta. Sko bláa hakkúl er hringvafið, það er svona dominerandi, þetta er mjög góð flug. Þannig að heimsóknunar til Hilmars Hanssonar á veiðiflugu.is og til þeirra á krafla.is hefur aldrei skilað sér í dag. Jögur 1 á einum degi í Langáni. Þinni heima á, þínum yfirlýsta heimavelli. Mí. Það er samt 4-2 og hver er með stærsta fiskinn? Já, þú veist, þetta er engin stærð, 63 cm. Þú veist að eftir að koma stærri fiskar í þáttunum. Já. Engar yfirlýsingar. Ekkert svona, eitthvað, stór yrði. Þú ert alveg kjafstopp. Já. Sem sagt, ég er komið með gott forskott. Já. En kíkjum þá á næsta þátt. Þetta barnastöng, hún er eitthvað lítil eitthvað. Hún er eitthvað á hana. Ég er náttúrulega bara rugl, þessi rigning. Sveist í rassinn. Hann farinn. Þetta er að koma aftur. Takk á því bara. Já, þetta er spennandi. Við þökkum okkur kærlega fyrir að horfa og við sjáumst á vikuliðinni. Og ekki gleyma að kíkja á öngullin.123.is þar sem þið getið til dæmis bloggað hvað Gunni er leiðilegur. Verið sæl. Verið sæl. Líka, varstu fúll maður. Þú varst svo leiðilegur. Í Langáfi. Já.
Akkur segir það? Þú veist, þú fórst eitthvað, þú varst að fela fluguna fyrir mér. Þú veitir á Rauða Nelliða og Blue Boy og þú veist, ég hef aldrei heyrt þessar flugur. Þú fórst og fékkst að gefist fyrir þáttinn. Þú varst hjá Hilmari Hansen þegar við fengum Blue Boy. Nei, það var Blue Chart. Þú fórst til Kröflu og ég veit ekki hvert þú fórst og fékkst gefist flug fyrir þáttinn. Er bannað að fá sér flug? Ég keypti flug. Já, nei, ok. Já, fyrir þáttinn, var það ekki? Jú. Já, og þú átt að skipta þeim játt. Erum við ekki saman með hana þá? Jú, en við förum bara að veiða, skilur við. Nú er ég komin í fílu og ég er að vinna. Hvað rugl er í gangi þetta?